Já, komið sæl. Það komið sunnudagur og þá heilsum við hérna synir Egils. Þátturinn verður bara einfaldur. Það verður sem sagt bara einn hluti á honum. Gunnar Smári lasinn og þess vegna verður við að stytta þáttinn. En það kemur nú ekki mikil sögn. Ég hef komið með fullt af góðum gestum hérna. Það er Sirrý Hallgrímsdóttir, verkefnastjóri, og Sigtryggur Ari Jóhannsson, sem er blaðamaður, ljósmyndari og organisti. Erla Lýðsdóttir blaðamaður. Og á Evrópumeti því að leggja Íslenska ríki fyrir mannréttindadómstóli Evrópu. Og Stefán Pálsson, þú ert hérna sagnfræðingur, leiðsögumaður og hvað hérna? Já, hitt og þetta. Jú. Já, bjórmeistari og eitthvað. Já, svo, en maður veist eitthvað varaborgarfulltrúi setjum til. Já, til dæmis, sko. Til dæmis. Já. Og það er bara, hér er bara fullt starfið, ekki? Það er bara talsvert hátt starfshlutfall fyrir fyrstu varaborgarfulltrúa. Reykjavíkur borg tók einhvern veginn þann pól í hæðina sem að má nú alveg deila hversu skynsamleg hafi verið að hafa í rauninni það að vera sveitarstjórnarmaður í Reykjavík fullt starf. Þetta er ekki starfshlutfall eins og víðast annar staðar. Þetta þýðir það að allir ráðsfundir og svona eru bara á venjulegum vinnutíma. Og sem að hefur örugglega ýmsa kosti, en það gerir það líka verkum að hér áður fyrir að þá var einmitt borgarmálin voru kannski svona pólitísk uppeldisstöð. Það voru margir sem áttu aðkomu, fólk jafnvel neðarlega af listum sem að fór og tók eina nefnd eða eitt ráð. Og það er eiginlega dottið út núna og ég er ekki endilega viss það sé gott fyrir pólitíkina. Nei, en sko, þegar ég var að skrifa pólitíkina þá fylgdi ég líka mikið með borgarstjórn, sem sagt Reykjavíkurpólitíkinni og þá var hún alltaf 1/10 af til þess fjárlögum Íslenska ríkisins. Þetta er svo stórt. Þetta er mjög stórt, já. Og hún hefur stækkað síðan sko umfangi. En við ætlum ekki að tala endilega það, en þó ætlar í frambúð aftur. Ég held að það sé alveg ótímabært að ákveða það. Manni sýnist nú að það verður nú bara talsverð svona gerjun á vinstri vængnum. Þannig að frambúð þá fyrir hverja. Já, svo það. En það er allt saman opið. Já, allt er leið. En hérna byrjum á þessu með ríkislögreglustjóra. Þetta er sem sagt annar sko, síðan að embættið var stofnað. Það hafa verið 2 ríkislögreglustjórar, Haraldur Jóhannesson og Sigríður Björk. Og bæði hafa einhvern veginn sko ekki náð að klára skipunartíma sín. Já, Haraldur var náttúrulega svolítið lengi samt. Haraldur? Já. Já, en svo fór hann náttúrulega svona. Já, það er rétt. Algjörlega. Það er rétt. Já. Hann fór gerði einhverja samninga án heimildar við 4 starfsmenn. Já, og gerði þarna starfslokasamningu við hann að hann fór og vann einhverja sérfræði vinnur á ráðuneytinu, var það ekki? Þetta tegir að vera á ganginum, sko. Það er ganga eftir göngunum, það er ekki að gera. En hann var svona, meiri starfslokasamningum, en það sem er bara áhugavert við þetta mál er hvernig vannst úr því. Það er að segja að ef að mér bæði aðdragandinn og svo hver niðurstaðan er. Mér fannst til dæmis bæði sem er þingmenn Viðreisnar eins og Simmi mjög yfirlýsingamiklir og Sigmar Guðmundsson. Já, Sigmar Guðmundsson vera með stórar yfirlýsingar sem er svolítið svona óvanalegt með að þingmenn taki svona harða persónulega afstöðu gegn bara einhverjum ákveðnum embættismanni. Þú getur sagt hlutina á ýmsa vegu. Þú getur sagt, það þarf greinilega að skoða þetta hér og bara, mér finnst þetta nú lítið illa út og svona, en ég meina, hann tekur alveg mjög afgerandi afstöðu. Og svo fannst mér líka ráðherrann, Þorbjörg, hún var mjög svona, hún skýri sinni afstöðu bara strax í fyrstu viðtölum. Talaði, tónninn var alvarlegt mál og svo framvegis. Ég veit ekki, sko, ég kynnti mér ekki nákvæmlega hvernig þetta var uppbyggt, en ég veit að það eru gerviverktökur í ráðuneytum, það eru gerviverktökur hjá RÚV, það eru en þar með er ég ekki að réttlæta það, skilurðu, en ég bara segja. Þetta er svolítið sérstakt embætti líka. Já, þetta var kannski, þú veist, og þetta var mikið blásið upp og tekið svona kannski úr og sett í ákveðið samhengi. En ég hef svo sem enga skoðun á því. Ég er ekki með allar þær tölur fyrir fram mig, en
En hins vegar þá náttúrulega bara eins og búið að fjalla dálítið skrítið að ef að miða við það litla traust sem að ráðherrann virtist bera til hennar Sigríðar, að hún skuli þá bara starfa áfram í ráðuneytinu og allt í einu komi bara, heyrðu, þetta bara frábært fyrir ykkur hún þá bara að vinna fyrir laununum sínum og þannig að augljóslega vildi Sigríður ekki gefa neitt afslátt af því. Annars hefði hún bara unnið einhvern biðtíma og hætt. En ekki svolítið til í því sem að ráðherrann þó sagði að þekkingina á þessum kynferðisafbrotamálum svolítið mikil. Hún búin að brenna fyrir þau mjög lengi. Jú, ég held að það geti nýst sem sagt. Deili enginn þá þekkingu og reynslu hennar í þessum efnum. En það svona miða við bara tónin fyrir og eftir að það svona hvað gerist þarna í millitíðinni og það augljóst að ráðherrann hefur ekki getað rekið hana þú veist, hún hefur ekki getað sagt henni frá störfum. Hún sagði embættinu laus sjálf. Já, það náttúrulega ekki hægt ef að þú heldur svo áfram á sömu launum. Ég meina, hún segir embættinu lausu já, en ég meina hún Sigríður, já, en hún heldur samt áfram í vinnu hjá sama vinnuveitanda á sömu kjörum. Heyrum við ykkur hinum hérna? Ég meina, ég veit ekkert hvað þeim fór á milli ráðherranum og ríkislögreglustjóranum. Það hlýtur að hafa verið eitthvað, að því að og ég reyndar þekki nú ekki alveg nákvæmlega hversu vel opinber starfsmaður í hennar stöðu vernduð, hvernig verndar nákvæmlega hún nýtur gagnvart lögum, en hún heilmikil og þetta alveg augljóst að Þorbjörg getur ekkert bara rekið hana eða eitthvað svoleiðis. Já, hún hefði brotið af sér í starfi. Já, en það þarf samt einhverja áminning og þetta prósess þú getur þetta ekki, það kemur ekkert að heimnum á hann og þetta lyktar alltaf því að þær hafi talað saman og gert þessi samkomulag málalókin, en það geti gerist ekkert öðruvísi og það mér dettur ekkert skynsamlegir í hugan að það sé, þú veist, bara að nánast að peningalegir hagsmunir ráða för. Þetta sé svona minnstur skaði fyrir báða einhvern veginn og svona minnstar líkur á að úrverði meiri skítalykt einhvern veginn. Ég held að þetta sé svona þannig. Það er svona eitthvað PR-hluti að þessu og það einhver svona peninga eitthvað þarna sem að skipti samt kannski ekki svona mikið máli ekki annað en bara í umræðinu og eitthvað í almannaríminu Já, mér fannst bara augljóst að aðeins að vita nákvæmlega málavexti að þær hefur talað saman og þetta hefur verið niðurstaðan að Sigríður, þú veist, gefur frá sér opinbera yfirlýsingu þar sem hún segir af sér og fer síðan í þetta starf hjá ráðuneytinu og einmitt og það verið talað ég sá nú einhver einmitt gagnrýna að hún bara hvaða lúksus það væri að hún bara geti valsæðin í ráðuneytu og fengi eitthvað starf að meðan mér fannst þetta meira að hún væri þó þarna einmitt að vinna fyrir ríkið sem hún væri annars bara fá laun fyrir að sitja heima þannig að og það verður ekki þægilegt fyrir hana að labbin í ráðuneytið og sinna þessu starfi ef maður hugsa bara þú veist bara sem manneskja í þessari stöðu að ég meina hún þarna að fara úr gríðarlega stóru stöðu og inn í auðvitað samt gríðarlega mikilvægan málaflokk og ég einmitt efast heldur ekkert það var nú rifjaður auðvitað upp hennar ferill í Fréttavísi núna eftir hún sagði af sér þar sem að í tengslum við einmitt umræðum kynferðisbrot að ég manna margir voru svolítið hissa og fullir efasemda þegar hún einmitt var lögreglustjóri á Suðurnesjum og fór í setti bara mikinn fókus á kynferðisbrotamál og mansal og gerði mjög vel í því og ég einmitt hef heyrt frá mörgum sem að vinna í þessum málaflokki að hún hafi bara staðið sig virkilega vel og þrátt fyrir einmitt að þarna var í fréttinni einmitt líka rifjað upp þegar hún stígur fram sem var líka afar umdeilt og að verja tengdaföður sinn Fyrirverandi, Ólafur Skúlason. Já. Það er margir sem hafa ekki glemt þessu en þá Nei, það var einmitt rifjað upp þarna bara svona í tengslu við kynferðisbrotin og en já, mér allavega fannst bara blasa við að hún yrði að hætta eftir
eftir þetta og einmitt sko talandi að sko þessi gerviverktaka hér og þar, þetta var náttúrulega á stórum skala yfir langt tímabil og þetta vakti líka athygli þessar tímaskýrslur sko þar sem maður var að fá greitt fyrir eitthvað sem maður kannski maður er haldið að vera utan verksviðs einstaklings í þessum störfum. Stefán? Já, svo sem kannski gömul saga og nýja að ráðuneyti leysi vandamál sem koma upp hjá einhverjum undirstofnunum með því að svippa einhverjum gömlum forstöðumönnum inn í ráðuneytið og í sumum ráðuneytum nú meira segja svona talað þetta sé ákveðið vandamál þegar þú ert með svona nokkra drauga í ráðuneytinu sem að svona jafnframt er ljóst að eiga ekki kannski svona möguleika á miklum framgangi. Það er mjög fáir sem að bara svona breyta sér yfir í hefbundna embættismenn eftir svona lendingu. En það er svona fyrir áhuga okkur, svona kannski áhuga fólk fréttaflutning, þá er þetta náttúrulega einmitt dæmigert eins og hérna Erla kemur inn á, að það eru einmitt þessar nákvæmu tímaskýrslu sem gera fréttina vegna þess að bara einhver hár verðmiði á einhverju þjónustu störfum eða einhver skýrsla sé skrifuð og hún kosti svo og svo margar milljónir. Venjulegt fólk hefur einhvern veginn ekkert mikla skoðanir á því eða forsendur til þess að ræða hvað sé mikið eða hvað sé lítið. En leiður komið svona viðráðanlegar skiljanlegar tölur eins og bara tímakaup og skrepputúr út í hérna verslunarmiðstöð sem að við höfum öll sömul gert. Þá ertu komin með mál sem að fólk getur einhvern veginn tengt við og rætt, en það sjáum við það að svona stærstu skandalar sem hafa komið upp, hverju tengjast þeir? Þeir tengjast einmitt einhvern svona áfengiskaupum. Svona litlum hlutum. Já, litlum hlutum, afnota af bílum. Það fylgdi Steingrími Hermannsinni hálfa hans pólitísku tíð að hann hefði ekki skrifað upp á einhverja grænar baunir og hérna einhverja bensíntanka. Þannig að það er kannski einhver lærdómur í þessu, ekki skrifa of nákvæmar tímaskýrslur. Ég ætla að segja, hún greinilega gerir mjög vel grein fyrir vinnunni sinni og svo við höfum öll kannski skrifað tímaskýrslur hér eða þurft að skila inn með reikningum og ef þú tekur bara 1 tíma og bara, þú veist, og bara úr samhengi við eitthvað kannski verkefni sem var í gangi, það náttúrulega er hægt að láta hlutina líta það er ekki svo skafakjörinn á, sko. Það er ekki samanlega hvað það eins og svona verslunarferð í Jiska sem að maðurinn hennar var stjórnarformaður. En samt ódýrasta húsgagnaverslunin líka ódýrasta húsgagnaverslunin. Já. En já. En mér finnst að því hún fékk 25 milljónir fyrir að hanna flutningin yfir í hérna Rauðarárstíginn og svo sér maður mynda skrifstofu ríkislögreglustjórans að það hafa bara eins og pínulítill bás, hún horfir í vegginn þegar hún er að vinna, getur ekki tekið á móti fólki sem sest á mótinni. Mér finnst þetta ekki, ég hef ekki borgað 25 milljónir fyrir þetta yfir ríkislögreglustjórans. Ég vilja hotskrift Já, ég held að þessi kona hafi séð, sko, ef hún vinnur sem einyrki með þetta ráðgjafafyrirtæki, þá held ég að hún hafi verið búin að gera bara ágætlega. Ég reiknaði það mjög gróflega út frá fyrstu tölum að hún bara ríkislögreglustjóraembættið hefur borgað henni hærri árslaun á þessum tíma heldur en ég hef haft frá sama tíma, sko. Þannig að það er raunverulega ekki grænabönir fyrir mér, sko. Ef þetta hefur verið eitthvað svona dútlivinna, þá er þetta bara vel gert, sko. Hún búin að Já. En ég held eins og, þú veist að segja, ég held að þetta sé mitt svona litlu hlutin eru settir í ákveðið samhengi sem allir tengja við og þá er hægt að búa til, eða skiluru, og þá líta hlutinir, að það draga fram alls konar sviðsmyndir. Ég er ekki að verja þetta, ég er ekki með einhverja brjálæðislegar afgerandi skoðanir á þessu að því ég er ekki með nein gögn fyrir fram að mig. En ég hef smá samúð bara þannig að maður sé ekki alltaf bara að hoppa á einhverja svona hneyksli vagna og sé líka svolítið að horfa á hlutina gagnrýnið. Saman með því, sko, ef að þú ert að nota ráðgjafa sem að þér finnst vera góður, þú veist, og einhvern veginn sinnir bara sínum hlutum vel, þá ertu með þá í vinnu og svo ertu að gera, þú veist, og þú sem ráðgjafi, og maður hefur verið að vinna, þú veist, fyrir fyrirtæki í einhverjum stefnumótuna vinnu og eitthvað svona, og svo ertu allt í einu bara, ertu beðin að gera þetta líka og eitthvað og það bara týnist inn í og ég bara segja, hlutin er ekki alltaf bara svona svarthvítir, sko, það er,
þú veist, en hins vegar ég ekkert að segja endilega að réttlæta þá þessar upphæðir eða eitthvað slíkt, en við vitum líka að 30.000 krónur á tíman ekki 30.000 krónur í laun. En já, Áski, valdi bara áfram. Nei, ég bara svona, ætlaði bara að koma með þann vingil. Að Inga Sæland, hún átti sterkan dag í vikunni, þar sem að hún fekk bæði samþykkt með samning Sameinuðu þjóðanna skuldis verið lögfestur hér og svo líka gæludýra frumvarpið sitt. Við vorum með þennan dag, við vorum með fréttatíma kl. 8 kvöldin og þennan dag vorum við með hana bara á Zoom bara í upphafi fréttatímans og hún var óstjórnlega glöð og finnur þarna sem sagt virkilega mikinn tilgang með veru sinni í stjórnmálum að hafa náð þessu. Er þetta ekki fínt hjá Ingu? Minnsta stjórnarflokkinn og hennar fyrsta máli sem hún nefndi við þær, hinar valkyrjurnar, var það að lögfesta samningin. Hvað segir borgarfulltrúar? Ég meina, menn hafa nú svo sem, hann búið að vera að vinna að þessari þessari lögfestingu, ég meira að segja, kom fram til þess í fréttum að við erum fyrst Norðurlandana til þess að lögfesta þetta og í rauninni það einu sem stefnum að því að gera það. Norðmenn ætla að gera það, Danir og Svíar ekki. Munurinn í lögfestingu eða bara þeirri staðfestingu sem að þeirri samþykktum þegar við komið snýr í rauninni það að einstaklingar geta þá nota þennan sáttmála í prívatmálaferlum. Það svona nokkur negin afleiðingarnar af þessu og og maður renna pínlítið blind í sjóinn með hvað það þýðir. Fólk hefur ekki við förum alltaf að hugsa öryrkjadóminn fyrir 25 árum síðan sem var virkilega dæmi það að hagsmunasamtökum fatlaðra tókst að sækja verulegar bætur í gegnum réttarkerfið. Og menn hafa alltaf einhvern veginn verið að reyna að leika það eftir. Ekki bara samtök öryrkja, heldur líka eldri borgara, málaferli sem að skrái herinn hefur verið með og þar fram til götunum. Það hefur nú ekkert skilað, í fæstum tilvikum hefur það skilað mjög miklum árangri. Lögmáli, sáttmáli Sameinuðu þjóðanna rétti fatlaðs fólks mjög almennt orðaður. Hann saminn til þess að geta virkað bara í öllum samfélögum, hvort sem það Ísland eða Eritrea. Þannig að þetta eru svona stór almenn markmið, en svo eru menn að veltaði fyrir sér, hver yrðu afleiðingarnar? Myndi einstaklingur sem að færi mál við sveitarfélög til þess að tryggja sér kannski MPH þjónustu eða úrræði í húsnæðismálum, myndi hann vinna sigur á grundvelli þessa sáttmála. Samband sveitarfélagi hefur að því einhverjar áhyggjur og settu mjög háan verðmiða á hvað þetta kynni að kosta, en í rauninni veit það enginn. Þannig að ég held við eigum dálítið eftir að sjá hversu, það eftir að koma í ljós hversu stór niðurstaðan af þessu verður í raun og veru. Ég sá ummælin sem ég átti best í kjölfarið þessu, það var Stása, Steinunn Ása Þorvaldsdóttir. Þá var einhver að reikna út hvað það getur kostað og þá skrifaði hún við erum ekki tölur, við erum fólk. Já, en eins og hann var að nefna þá var náttúrulega þessi samningur fullgildur, en nú bara komin svona réttarleg staða fyrir fólk til þess að sækja sinn rétt. Þannig að réttarfarsleg staða, þannig að ég held að og það liggur
og það sem samtök sveitarfélaga hafa líka verið að gagnrýna að yfirleitt þegar að teknar eru svona ákvarðanir að þá er gerð kostnaðargreining og hún er látin fylgja með frumvarpi og hún er meira sér lögbundin og það var ekki gert í þessu tilfelli mjög gróf eða ef nokkur áætlun þannig að þessi lög eru bara samþykkt í raun og veru án þess að kostnaðarlega forsendur liggja fyrir einu sem hafa verið reynt. Þannig að hrekja þetta þessu? Nei, þá er óvissan, hún er bara meiri og áhættan eða þannig fyrir útgjöld ríkisins og sveitafélaga, hún er meiri. Þannig að þú veist bara í rekstrarlegu samhengi ég held að og það er þú veist og það er það sem að líka bara má svolítið gagnrýna þessa ríkisstjórn fyrir að þau hafa verið ekki nógu dugleg við að gera útreikninga og leggja fram greiningar og gögn með þeim málum sem þau hafa verið að keyra í gegn. En jú, þetta var sannarlega einmitt stór dagur sko fyrir Ingu Sæland og hennar flokka að ná sér í gegn. Þetta er búið að vera á dagskrá einhvern veginn svo lengi og bara til í meðförum og til skoðunar hjá þinginu og annar staðar og ég man þegar ég svo heyrði af þess kvöldi áður að það erði atkvæðagreiðsla daginn eftir að mér fannst það einmitt svona svolítið óraunverulegt þetta væri bara í raun og veru að fara að gerast sko af því að maður reiknaði einhvern veginn með bara einhverjum frekari töfum og slíku sko en einmitt eins og þú varst að vitna þarna í að falla fólk sé ekki tölur heldur fólk og þetta var bara hreinlega hátíðisdagur sko fyrir fólk sem að lítur þarna á að þarna sé verið að bara virða þeirra réttindi og mannréttindi að þau séu loksins sko komin enn meira á dagskrá og einmitt þetta með að þarna sé verið að lögfesta sko samningin að ég sá að formaður ÖBÍ einmitt tala sko að þarna gæti þau fögnuðu öll sko að þarna gæti falla fólk sko að væri ekki lengur að treysta á sko einhvern veginn vilja stjórnvalda í ákveðnum málum heldur væri þá beinlínis lögum samkvæmt að vísa í þennan samning sko þannig að og auðvitað kostar allt og ég tek fram að ekki sett mig almennilega inn í þessa kostnaðartölur sko en allavega ef við erum að tala mannréttindi að þá held ég að þau þurfi alltaf að vera í fókus og við þurfum að finna leiðir þá til þess að dekka þann kostnað. Ég var nú svona að tala líka í upphafi svona Ingu Sæland og hennar svona kannski stærsti sigur í stjórnmálum því hún er búin að berjast fyrir þessu með réttaröngu alveg frá því hún stofnaði flokkin. Og er þetta ekki líka eina mál flokk fólksins sem hefur farið í gegn? Nei, ég var að segja gæludýrafrumvarpi. Já, gæludýrafrumvarpi líka. Sama dagi. Nei, það er náttúrulega svo sem eins og ég segi, það er búið að vinna að þessu lengi eitt aðalverkefni sem var forsenda fyrir því að það var rétt að gera þetta var stofnun mannréttindastofnunar sem að gerðist seint á síðasta kjörtímabili sem að stóð mjög lengi í fyrir ríkisstjórn sko þar sem að sjálfstæðismenn höfðu miklar efasemdir út frá svona bara svona frekar tæknilegum, lögfræðilegum ástæðum og síðustu stundu þá ákvað síðan miðflokkurinn að snúast harður gegn þessu ímyndaði sér að með mannréttindastofnun þá væri verið að búa til einhverja vók hugsuna lögreglu ríkisins eða eitthvað slíkt en fyrst og fremst þá var bara litið svo á að það væri batterið til að halda utan hagsmunagæslu fulltrúa fatlaðra. Gæludýramálið er pingu flóknara vegna þess að sko það sem við höfum alltaf vitað er að sko það hefur klofið alla flokka alltaf sko hvort að fólk elskaði að hataði hunda og og í rauninni merkilegt hvað þetta fór Ég átti von á meiri og harðari svona samfélagslegri umræðu í kringum þetta mál. Kom svolítið svona bara öllum óverum allt í hennu bara komið í gegn. Og líka því að þetta er mjög mikil rýmkun. Þetta fer í rauninni bara frá því að almenna reglan sé það
að dýr séu bara bönnu nema þau séu sérstaklega leyfð yfir í það að það miðað við sko lagana hljóðan þá bara ákaflega erfitt að banna dýrahald í nokkur húsi. Já, ég átti líka tók viðtal við framkvæmdastjóra Húseigendafélagsins og þar rignir inn fyrirspurnum og athugasemdum við þetta, þannig að þetta er ekki allra. Nei, en þetta var samt mjög bagalegt áður, þar sem að einn nágranni gat alveg komið í veg fyrir, þú veist, að gæludýr og gætu, þú veist, fólk gæti flutt með gæludýrin sín og ég meina þú veist, þetta var alveg mjög, þetta var ekki í góðum málum fannst mér áður. Kannski einhver millivegur sem hefði mátt fara en ég veit það ekki, en ég hins vegar ekkert óánægð með þessa niðurstöðu. Ég á hund og hef átt hunda, þannig að ég finnst lífið skrítið að ég er ekki með hund. Já, Ert þú ekki til þessu? Nei. Ég er ekki Þú er svo mikið náttúrubarn. Já, það hefur bara einhvern veginn aldrei almennilega hendað einhvern veginn mínu rými að halda dýr inn í borginni og ég er ekkert að dæma annað fólk sem það gerir. Það bara passar mér ekki og það er mikið vesen fyrir mig að láta mig hverfa eitthvað út á land og þurfa að hafa pössun og svona. Já. Og og svo ofan í kaupið þá verð ég viðurkenna ég fylgdist bara ekki alveg nógu vel með þessari aðferð allir saman sko í vikunni. Þannig að ég ætla nú kannski ekki að koma með stórar yfirlýsingar þetta. Nei, mér fannst það svona líklegt maður sem er út í náttúrunni, hann væri með hund með sér. Það gera það margir. En hérna á morgun tekur einhver nefnd í Evrópusambandinu ákvörðun það hvort að ég leggja verndartolla á járnblendi frá Íslandi. Og hvað ef að þau setja á okkur verndartolla, dettur þá allir umræðum Evrópusambandið niður nokkur þrep? Mér finnst allavega ég set spurningamarki við eitt, að þú veist, ef að þetta verður niðurstaðan, að þá finnst mér, sko, ég meina Ursula von der Leyen var hér í heimsókn og með forsætisráðherra og utanríkisráðherra og hér í rútuferðum og allir að mæra hvern annan og eða hver aðra og umsóknin í ESB sögð ennþá gild og þau vilja endilega fá okkur inn og svo er Viðreisn búin að vera mjög duglegt að bjóða einhverjum aðilum þarna innan Evrópusambandsins í heimsókn og halda fyrirlestur og eitthvað, þá finnst mér þetta mjög skrítið og svona skrítnar kaldar kveðjur til okkar og sérstaklega þá spyr maður sig bara hvað átti sér stað þarna þegar Úrsula kom hingað raunverulega. Þú veist, var það bara eitthvað PR-moment og gerist síðan eitthvað allt annað baku tjöldin? Það er ekki verið jafnblindi allt annað? Nei, en þú veist, miðað við þetta þá er sko auðvitað þeim og þessum stjórnvöldum alveg, þú veist, þá hefur þeim alveg mistekist að gæta okkar hagsmuna. Og í þessum vinatengslum. En þetta er nú bara ein verksmiðja hérna, þetta er nú ekki mikið. Sko. Nei, þess vegna þetta er mikið högg fyrir okkur, efnahagslega, en þetta er rosalega lítið fyrir Evrópusambandi. Þetta eru bara einhverjir, þannig að auðvelt fyrir þá að gefa okkur undanþágu. Norðmennum er mikið meiri framleiðslu en við. Já. En já, einmitt, talandi sko kalda kveðjur eða hvernig samtölum hafa verið háttað. Ég einmitt er ekki búin að setja mig almennilega inn í þetta, en það er náttúrulega að fylgja bara öllum aðildum, þú veist, ákveðna reglur sem að þarf að fara eftir og þar leiðandi einmitt tollar sem þarf að borga hér og þar, þú veist, það eru kostur og gallar. Við erum að kannski upplifa eitthvað íþyngjandi ákveðnu sviði á meðan við erum að græða á öðru sko, þannig að ég einhvern veginn sko upplifa þetta bara sem einhvern veginn að við þurfum bara að fara eftir þessum reglum sem að gilda í þessu heildar samhengi sko. Já, það er bara verið að setja þessar reglur. Við erum að reyna það. Við erum að reyna að fá undan það. Það er ekki fyrir. Þetta slær maður líka dálítið bara eins og þetta sé svona óbein afleiðing af þessum það hvernig menn hafa sett sig niður í víglínur svona kannski í framhaldi af tollastríðunum við Trump og
Bandaríkin þar sem að bara mun meiri áhersla á blokkir að bara pólitískar ákvarðanir það hvernig svona málum er háttað og við séum kannski svona bara óheppinn saklaus vegfarandi í þeim slagi og ef þetta hefði náttúrulega bara svo kemur þetta náttúrulega ofan í bara alveg skelvil þetta er eiginlega hvert áfallið sem hefur dunið á öðrum fyrir stóriðina á Íslandi. En ég langar kannski að segja eitt ef ég má koma með fyrirgefðu inngrip að þetta er náttúrulega klárlega líka brot á EES-samningnum. Þannig að það er líka skríti í því samhengi að við erum að, nú að fara að skrifa undir eitthvað varnarbandalag með Evrópusambandinu og ætlum við að fara þá í varnarbandalag með aðilum sem eru að brjóta þá samninga sem nú þegar eru í gildi. Þetta í það minnst að brota á anda hvað svo sem öðru líður en já, ég meina, eins og sé, þetta er náttúrulega við erum búin að horfa upp á afleiðingarnar af í nánast lokun á Húsavík á Kísilverksmiðjunni þar koma síðan bara alvarlega bilanir þar þannig að þetta er einlega svona bara endalausar hrakfarir stóriðinnar kemur nýlega beint í kjölfarið af því að við fengum hér umhverfis og orkumálaráðherra sem ætlaði að fara að blása til stórsóknar í stóriðjunni þannig að það er nú svona pínu kaltænislegt hvernig það teiknaðist allt saman upp maður myndi nú þó kannski halda að við þessar aðstæður þá ættu menn nú væri nú kannski ekki alveg jafn knýjandi að fara að blása til blása í herlúðra í einhverju stórfelldri viðbótar orkuöflun en það verður nú ekki vart við að menn allir neitt að slá af í því. Allan ekki eins og komið þér. Nei. En það er svona næg orka til núna. Það myndi maður halda. En Sirrí, þú ert eina sem inni sem ég veit að meðlum í Sjálfstæðisflokknum. Já, ég er það reyndar líka, en ég er það líka. Nú, þú líka? Já, það er meira það, við erum 60% þarna. Ætli ég hef ekki verið skráður þetta líka af einhvern tímann sem að hélt ég myndi taka kjósi prófkjöri eða eitthvað svona. Ég reynir maður með hreina samvisku inni. Ég er reyndar, þetta á að vera eitthvað svona svolítið bannað en ég held að ég sé skráð einhverja 6 flokka. Já, en núna sem sagt fundurinn sem Guðrún blést til. Já. Varstu þar? Ég var á línu langsokkur Já, á meðan á fundinu stóð. Það er ábyggilega ekki viss. Nei, en það ég gat ekki klikkað á því en Þetta er mikil gagnrýni að snúa bara alveg aftur til 1929 til að finna stefnu Sjálfstæðisflokksins. Já, ég meina það er ekkert hægt að segja annað en að þetta lítur ekki nógu vel út og ég held að það sé hins vegar of snemmt að kenna, það er auðvitað búið að eiga sér stað forystu skipti og búið að ganga mikið á í á landsfundi og annað slíkt, þannig að það er of snemmt, finnst mér að kenna nýrri forystu af því að þau eru bara að stíga sín fyrstu skref maður þarf svolítið að bíða og sjá og mjög litla reynslu. Já, það er og ég held að sveitarstjórnarkosningarnar sem eru nú á næsta leiti munu að einhverju leiti svolítið skera úr hvernig þessi nýji tónn er að virka. Verið Björg eða Banabiti. Já, en það er við höfum ekki verið í þessari stöðu áður. Það er bara ekki þetta að neita því. Já, það er sem sagt flokkur í vanda. Hann er í vanda. Og að þykir eins og sem fundi hafi ekki tekist að blása svona einhverju lífi í fólk. Svona snúa tilbaka það. Þessi fundur er kannski bara einn liður í að ná svona hópnum saman. Og svo er verið að funda út all land og þetta er bara það sem er gert. Þú þarft þú ert með einhverja stöðu og þú þarft bara að byrja að stíga einhver fyrstu skref. Og maður getur svo sem horft á það þannig, að þetta er svona eitt skref í átt að ná fólki saman og reyna að höfða til fólks með og svona koma á framfæri
þeim skilaboðum og þeirri stefnu sem að þú svona vilt stendur fyrir. Fyrir mörgum árum síðan þá fórum við í Gunnar Smári, hann var bara úlingur eða hann var allan, hann tók nú bílprósent reyndar en þá fórum við bara nánast hringinn í kringu landið og seldum fólki Laxness, svona door-to-door sölumennska. Nú Samfylkingi komin í þetta. Nú bankað þau bara upp á. Það var bankað upp á mér, það var Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður sem hann vildi tala mig stefnu Samfylkingarinnar. Já, það. Bara svona eins og trúboðar. Já, vottar í hófa. Þetta alveg vel þekkt aðferðafræði. Sjálfstæðisflokkurinn hefur gert þetta í borginni. Þau hafa verið að banka upp á. Mælist misvel fyrir. og en ég, sko, ef ég mann, þú veist, Obama, hann var svona, tók þessa stefnu meðal annars, var svona person to person, aðferðafræði í sinni kosningabaráttu, þar sem voru bara einhverja sellur sem fóru og reyndu svona ná inn í hverfin með því að banka upp á hjá fólki. Þetta ekkert það vitlausasta sem að þú getur gert, ég menna þetta bara ein leið til að tengjast fólki og við erum pínlítið land en það kannski skrítið í því samhengi að síðan vill forsætisráðherra ekki kannski funda með hverjum sem og að svolítið lokuð hvað það varðar en ætlar síðan að banka upp á hjá fólki, kannski í því samhengi svolítið fyrir. Já, á morgið sagði Kristrún gerir fólki ónæði. Já, með því að flokkurinn væri að banka upp á. Já, einmitt. Þetta sko, mér finnst þetta reynda frábær aðferðafræði að og einmitt, þetta gríðarlega áhrifaríkt, einmitt, þetta person to person, sko, að ná þessu persónlega kontakti, sko, og það hefur sýnt sig að fólk, jáfnvel þó að það hitti pólitíku sem það sé kannski ósammála í grunninn fyrir, sko, en að fá þetta tækifæri til þess að tala við hann, bara augliti, sko, getur svona haft áhrif. Þetta svolítið sennilegt. Þetta mjög sennilegt, en einmitt áhrifaríkt, sko. Þetta einmitt tölvert sennilegra, einmitt heldur en, sko, símtölin sem að eru líka afskaplega vinsæl, sko. Og og sömuleiðis áhrifarík skilst. Talandi þessi, sko, að því að þetta nefnilega rétt, það þessi persónulegu kontakt sem skiptir öllu máli í kosningabaráttu og bara spurningum hvernig þú gerir það, en ég man nefnilega alltaf eftir, sko, forseta, kosningunni þegar Ólafur Ragnar og Þóra Arnórs voru, og hann nefnilega fór hringinn í kringum landið og það sem hann gerði alltaf, hann tók í höndina fólki. Hann labbaði og tók alltaf bara allan salinn og tók í höndina á hverju einustu mannesku. Og það var bara greinilega hans aðferðafræði og ég var einhvern tímann í svona stórum sal þar sem þau bæði voru að koma og halda, og það ekkert lendamál, ég studdi Þóru og að ég gerði það opinberlega að það sem þau bæði komu og voru að halda ræðu, sem sagt fyrir forsetakosningarnar, framboðsræður, minna ég, og hann kemur hálftíma fyrr, bara tekur allan salinn og labbaði á milli og tók í höndina á hverjum einasta manni og ræddi við einhverja og svo framvegis. Og meðan hún kom, þú veist, rétt fyrir og labbaði og bara beint upp. Og þetta held ég, þú veist, á svona litlu landi, ég held að þetta sé alveg, ég ekkert á móti þessari aðferðafræði. Ég held að fólk sem vill ekki fá heimsókn, það bara segir nei takk. Menna það ekki flóknara það. Rauninni náttúrulega dálítið merkilegt að sé talað þetta eins og eitthvað nýtt, sko. Landsbyggðarþingmenn hafa náttúrulega gert þetta bara alla tíð og svona, að því að maður hefur fylgst lengi með pólitík að þá þetta bara mjög reglulega kynnt til sögunar. Þetta náttúrulega sterkum áhrifur á breskri pólitík því að í Bretlandi þetta alvanalegt að fara hús úr húsi og banka. Ég man eftir því á sínum tíma, það rataði mér að segja áramótaskaupið þegar Árni Sigfússon einmitt notaði þessa sömu aðferð sem borgarstjóra efni sjálfstæðismanna og þá var verið að hlæja þessu og hún var líkt við Ken og Barbie og þar var þetta í göttunum. Þannig að þetta er svo sem alveg kunnulegt mál allt saman. Það sem er kannski óvenjulegra það að gera þetta ekki í upptakti kosninga. Heldur að vera bara að gera þetta á miðju kjörtímabili. En maður sé líka eitt og annað. Ég sé til dæmis að
einstakir þingmenn, og þetta ekki eins og í stjórnarandstöðinni, við sjáum að Halla Hrund hjá Framsóknarflokknum bara með fundaherferð landið ein, og ekki sínu kjördæmi bara, heldur bara fyrir norðan. Lilja Alfreðsdóttir búin að vera að gera þetta líka. Kannski eðlilegt að túlka þetta sem einhvern upptakt af slag þar inni. Þetta á málaskrán okkar. Næstu forma Framsóknarflokksins. Já, mér finnst það góða fréttir að einmitt að það sé verið að sinna því sem að flokkar og frambjóðendur gera venjulega í bara aðdraganda kosninga, sé verið að gera það á öðrum tíma. Það oft verið að kvarta yfir því að fólk sé ekki í tengslum, eða stjórnarmenn sé ekki í tengslum við fólkið, nema bara rétt fyrir kosningar og segi þá alltaf að gera hitt og þetta en að leggja aukna áherslu að vera í þessu samtali og tengslum. Bara fagna því. Já. Sigtryggur. Munið eftir Skrýtlunars hulla. Skrýtla sem hulli teiknaði. Það myndar svona frambjóðanda sem að hlaupa eftir fólki. Aðdraganda kosninga. Talaðu um mig. Og svo daginn eftir kosningar hætt að trufla mig. Þetta það sem við erum að tala um. Og auðvitað allt í lagi ef að stjórnmálinn taka nú upp á því að tala við fólk við fleiri tækifæri en þannig rétt fyrir kosningar. Það allt í lagi. Ég ætla ekki hvart undan því. En það ekki þar með sagt að ég ætla að hleypa myndi mín og hella upp á kaffi, Já, en við erum að tala Framsóknarflokkinn að þegar Halla Hrund er á svona sólóferð bara, og langt fyrir utan sína landhelgi og Lilja, en svo þegar fólki spurt, þá að Willum. Já, ok. Og sem nýbúin að fá kjör sem forseti íþróttasambandsins og fyrsta skipti sem það embætti hvað hún kallaði er launað, þannig hann fastur í vinnu þar. Væri ekki svolítið aðstæðanlegt á honum ef hann bara hætti allt í einu, bara eftir skamma setu og breyta þessu fyrir hann í íþróttunum. Það væri kannski ekki einmitt góð skilaboð einmitt fyrir hann persónlega að senda að hann sé komin þarna í rauninni bara flott embætti og síðan svona má segja kannski býðst eitthvað betra að það bara, nei, ég hættu við hér, ég ætla að fara að þanga frekar upp á það bara trausta að hvernig hann væri að sinna fórustu í Framsóknarflokknum en það er alveg greinilegt að það það er mikil óvissam hver tekur við flokknum og augljóst að það þarf að skerpa að skilaboðin þar og einmitt. Það bara verður greiðlega spennandi að fylgjast með þessu. Ég veit ekki hvort að Willum lítið svo á að hann væri að fara í eitthvað sem að vera að bjóðast betra. Þetta slær mér frekar eins og það sé verið að snúa rækilega upp á höndina á honum. Ég upplifði það nú frekar að Willum hefði nú bara talið sig vera búin að klára pólitíkina svona í lok síðasta kjörtímabils og ég get ekki ímyndað mér að hann sé spenntur fyrir tilhugsuninni að lendi þeirri erfiðu stöðu. Það er rosalega erfið staða að vera flokksformaður utan þings. Þú hefur ekki aðganga þessum ræðustól Alþingis sem þýðir að þú ert að hafa miklu meira, það er miklu meiri vinna til þess að sprengja sig á borðinu, vera þetta síðan þessari skrýtnu stöðu að hafa síðan einhvern þingflokk að auki einhvern veginn að stýra honum úr einhverju óljósu út frá einhverju óljósri valdastöðu og ef að það verður kosið bara á hefðbundnum tíma, ef það verður 4 ára kjörtímabil, þá væri hann 65 ára gamall að fara að leiða flokk í þeim kosningum. Ég held að það sé, samanlega ég held að við tala að sjálfstæðisflokkurinn sé í vanda, þá er Framsókn í enn meiri vanda. Þessi tveir gömlu valdaflokkar eru þar. En að Framsókn er líka með pingu lítinn þingflokk, þar að auki. Og svo einmitt eru þeir í svona fórustu kreppu akkurat núna. Og ég held einmitt eins og þú vorst að segja með Willum, ég meina hann er utan þings, hann er nýbúinn að taka sér embætti og þar
háðan líka kosningabaratu. Já. Menna, það var alveg sem að sigraði með glæsibragð og það var alveg ársundirbúningur fyrir það. Hann gæti svo sem kannski sint báðu að því að hann sem sagt ekki í ríkisstjórn og ég meina Framsóknarflokkurinn í stjórnarandstöðu og hann ekki á þingi, ég veit það ekki. Ég bara segi svona, en ég held að það sé rétt þessu mikið þrýst á hann að því að þrátt fyrir sko að Lilja er bara marga kosti og hefur verið svona media favorite þá kom það nú alveg í ljósi í menntamálaráðuneytinu að hún náttúrulega alls ekki allra og í samstarfi og svona þannig að það búið að gusta hana þó að sko, Sigmundur Davíð, þegar hann var kjörið formaður Framsóknarflokksins, þá var hann ekki á þingi náttúrulega, þannig að hann byrjaði sko, en hann sat alla þingflokksfundi og það allt saman, en ef að þetta best, þá Halla Hrund, ef hún að fundarreferent til að undirbúa formannskjör, þá hefur hún það kannski varaformannskjör en hún hefur sko það, hún á þingi Já, Halla náttúrulega búin að vera svolítið bara ósýnileg hefur mér fundist að undanförnu. Hún auðvitað var allstaðar vakti mikla athygli þegar hún bauð sig fram til forseta en svo hefur hún bara svolítið horfið sko. Þannig að ég veit ekki alveg En hún metnaðarfull. Já, hún metnaðarfull. Já, ég velta fyrir mig sko einmitt varandi sko eftirspurnina eftir henni. Að með við hvað mér fannst hún hverfa og mér leist bara vel á ýmislegt sem hún hefði fram að færa sko en það, já, mér fannst merkilegt hvernig hún einhvern veginn bara hvarf sko. Já, nefnum sé bara undirbúið það, svo kom hún. Já, kannski. Ég held bara að Halla Hrund hafi fullkomlega komið sér út úr húsi í Framsóknarflokknum í tengslum við veiðigjaldamálið allt saman, þar sem að hún eiginlega svona þar sem að flokkurinn sem að samflokksmennina tóku mjög óvinsælan slag og erfiðan og hún hélt sig fullkomlega til hlés og kom svo daginn eftir og gaf upp sína afstöðu þar sem hún þvoði fullkomlega hendur sínar og Framsóknarmenn ef það einhvað sem að þeir meta og leggja áherslu á það að þú sért sko liðsmaður. Þetta var fyrir nýjan þingmann í flokki sem að hún nýgekk, hún viðurkenndi það í rauninni bara fyrir kosningarnar að hún hafi bara fengið tilboður ýmsum áttum og besta tilboðið hafi komið frá Framsókn. Þá svona byrjun ekki vænleg til árangurs. Ég ætla að spá því að Halla Hrund muni ekki verið framboðið fyrir Framsóknarflokki næst, hvort hún verði áfram í pólitík. Það á eftir að koma í ljós. Ég myndi aldrei mæla með því við nokkurt flokk að fara og kjósa sér formann utan þings þegar það eru 3 ár í kosningar. Gæti gengið að ræða forystumannesku í sveitarstjórnum. Ég held að mín gamla skólasystir Lilja Dögg verði ekki glöð að heyra þetta en ég upplifi þetta dálítið sem svo að hún sé svona dálítið í hefndarhug og svona kenni gömlu forystunni það að hún hafi fallið af þingi og sé ekki þingmaður lengur og sé ekki ráðherra og vilji þess með vera formaður en lítið aldrei framhjá þeirri staðreynd að Framsóknarflokkurinn í Reykjavík var að fá hvað 2,5% og ég held að þeir sem að voru í frambóði fyrir flokkin þar þeir verða að horfast aðeins í augu við það. Er við nokkuð dauðadómi í Framsókn eða? Nei. Já, hann náttúrulega, þar þarf ekki, hann má ekki missa mikið. Úr því að vera að skipta, þá hefði ég sagt að þeirra svona raunhæfasti og skaplegasti kostur væri Ingibjörg Isaksen. Já. Ég sá hana nú fyrir mig þegar þú varst að tala á hann, sko. Já, hvort að Sigurður Ingi hefði ekki bara átt að býta á jaxlinn og halda þá aðeins áfram þannig að nýr arftaki hefði þó geta komið og tekið við sem einhver upptaktur á næstu kosningum. Hefði verið svona strategíst kannski skynsamlegra en maður sá það að
hann bara í sárum eins og framsóknarmenn Hann eftir nefnilega kosningarnar. ennþá formaður, þó hann sé búinn að segja það að hann ætla ekki að gefa kost á sér. Já. En hann þetta alltaf spurning, hvenær þú átt að stíga fram og segja, þú veist, gefa rými, rými fyrir næsta formann. Og þá það spurning, það líka hefur verið gagnrýnt ef menn gera það of seint. Og þá geta þeir aðilar sem hafa áhuga, þeir hafa ekki eins mikið tækifæri til að kynna sig og koma sér á framfæri og tilkynna sitt framboð. Þannig að þetta er svolítið svona spurning. Það hefur sína kost og galla. En nú allavega geta þeir sem hafa áhuga að taka við þessari forystu, hafa þeir alveg rými til þess að fara hringi kringum landið og halda fundi og kynna sig og svona. En var Sigurður Ingi ekki bara búið með þetta? Jú, ég held að hann að vera bara ótrúlega þreyttur. Ég gleymi aldrei, ég horfði á það eftir á nokkrum sinnum, sko, þegar hún var tilkynnt að hann hefði náð inn á Alþingi þegar hann var hérna í settinu á RÚV. Já, og hann var bara eins og þetta, hann væri bara að fá okkur að hræðilega fréttir, sko. Já, hann var gestur í okkur fyrir eitthvað 2-3 vikum og þá voru að spyrja hann þetta og þá sagði hann að honum brá mikið við að því að hann vildi ekki að Willum fjalli, hann hafði frekar viljað falla sjálfur heldur en að Willum myndi falla. Hann talaði bara þannig hérna. Já, en hvað segir það einmitt þá kannski hans ástríðu og metnað til að vera áfram? Já, kannski sá hann framtíða leiðtoga í Willum. Og hluta til það náttúrulega líka það sem vandamál að það reiðarslag fyrir Framsóknarflokkinn að hafa engan þingmann á höfuðborgarsvæðinu í þessum 3 stóru kjördæmum og Framsóknarflokkurinn hefur náttúrulega bara verið að kljást við bara breytta demografíu sem bara fjölgun á suðvesturhorninu og fækkun eða allavega ekki sama hlutfallslega fjölgun út á landi sem að hefur og það hefur verið gerð fleiri en ein tilraun til þess að flýtja Framsóknarflokkinn til Reykjavík og Halldór Ásgrímsson gerði það sérstaklega og eins og ég segi maður spyr sig kannski í ljósi sögunar átti Sigurður Ingi kannski bara að bjóða sig fram á höfuðborgarsvæðinu. Já, meina það en ég held að hann sé bara hættaði ekki. Jú. Það þarf einhvern með kjörþokka þarna ef þetta á að gera, sko. Það dugar ekki bara að hann sé eitthvað sætur og góður inn í flokknum eða þau séu öll sammála. Það þarf einhvern mjög svona með kjörþokka, eitthvað alvöru kjörþokka. Hvort sem að það er nú raunverulega gott eða ekki. Þau sjá það í Willum. Willum hefur það, held ég. Hann er með svona leiðtoga Já, það er eitthvað svona og ég meina, það er fullt af fólki sem hefur kjörþokka sem að ég er ekkert endilega svo hrifinn af persónulega en þau hafa vissulega kjörþokka og ég veit ekki, mér fannst ekkert endilega Willum vera eitthvað frábær stjórnmálamaður hann skiptir ekki öll máli heldur en þau þurfa einhverja svona manneskju og það eru bara margir kallaðir og fá Hvað er hann búinn að gera mörg lið að Íslandsmeisturum? Mátti það? Að Val og KR? Já, Val og KR og komið víða við rifið einhver lið en hann er svona leiðtogi Já, og það er bara gagnast fólki mjög vel að vera sterkir innan íþróttarhefingarinnar þegar kemur að stjórnmálum Ég held að sé nú á stað sem hann brennur fyrir ég held að þú veist þetta embætti sem hann er í núna í ISI, þetta sé nú mikil svona passion hjá honum Ég man þegar hann fór yfir í stjórnmálin að ég heyrði fólk sakna hans úr þá íþróttunum af því hann væri bara mikill yfirbyrðamaður var það sem að fólk sem þekkti til hann sagði og þá tala að hann væri alveg einstaklega duglegur líka sem að það sé alltaf kostur þannig að það mér einhvern veginn finnst allir tala gríðarlega vel Willum Við skulum ekki tala samt Willum eins og hann sé dáinn, hann er bara að fara að vera formaður Framsóknarflokksins. En samt sem áður, hann var góður liðtækur bæði handbolta og fótbolta og hefur gert lið að Íslandsmeisturum og hann er leiðtogi í sér. En með að vera svona stöðu flokksins og hafandi þetta efni að þá held ég, finnst mér ekkert skrítið að þessi leið í honum og ég held að sé þannig, ég held að sé leið í honum. Herðu, en svo það styttist í lokinu á þessu, en á eftir er Stefán Pálsson, landsleikur í fótbolta. Já.
Þetta hérna, ég veit að þú horfir. Já, það er En þið hinn? mikið til. Jú. Undir einhver kringstæðum. Það kemur ekki fyrir í horfi. Ekki? Nei, aldrei. Nei, það eru þó 3. Já. En hvernig líst þér á það? Þú er nú búin að spekulera mikið í þessu. Já, þetta... Við fengum aftur algjörlega vonlausan riðil og rauninni það að við séum í séns fyrir lokaleik bara frábært og meira sé þó við myndum vinna þá þarf ansi margt að gerast og ganga upp til þess að við komumst á HM næsta sumar sem að hérna myndi setja náttúrulega allt á hliðina en við bara krossum fingur. Já. En liðið hefur verið að þroskast ágætlega undir stjórn Arnars. Já. Þetta er bara margt mjög skemmtilegt í þessu. En það var dýrkeypt að tapa þessum heimaleik á móti Úkraínumönnum. Það gæti kostað okkur núna á eftir. Já. En við vonum það besta. Við 3 horfum. En svo annað sem er svona erfitt mál, það er þessi kynferðisbrot í leikskóla og eins líka bara svona yngra fólk og eins og fyrir drengi sem að það er ekki búið að klára þetta á Gunnarsholti og við erum með svona margt svona, sem við náum ekki alveg tökum á sem er vandamál. Hvað er í Gunnarsholti? Voru stuðlar þar? Nei, það er á að vera svona langtíma úrræði fyrir unga stráka. Er þetta verið að byggja nýtt úrræði þar eða? Já, svoleiðis, ég veist ekki að því. Það var eitthvað áður en það þurfti að endurbyggja og eitthvað. Og svo þetta er svona eins og stuðlar vandamál þar og þetta. Já, mér finnst náttúrulega bara einmitt óbáðulegt að það sé ekki að sé ekkert úrræði fyrir unga drengi í þessari stöðu sko. Að ég meina það ætti öllum að vera augljóst að það skiptir máli að grípa fólk sem fyrst og veita fólki aðstoð sem fyrst og einfallega það sé ekkert í boði. Það er ekki eins og það er ekki eins og þannig að það sé einhver úrræði í boði, það sé miklu biðlistar sem að væri ekki heldur gott sko, en það er engin staði fyrir þá. Þannig að, þú veist, og maður setur þetta í samhengi við, sko, sem að hlusta bara á einhverja kostnaðatölur, að ég held við getum alveg sagt okkur að ungt fólk, að ungi drengir sem eru komnir á slæman stað í lífinu, að til þess að þeir verði góður og gildir samfélagsþegnar og greiði sitt til samfélagsins bara þegar þeir eldast að það skiptir máli að þeir séu þá í góðu standi og þetta einhvern veginn er bara mjög skringileg forgangsröðun finnst mér. Já. Það er mikil framleiðni í því ef að sá sem er veikur mikla fíkn ef hann næra að það er mikil kostur fyrir samfélagið. Já, ég held að sko, þetta er svo erfitt. Þessi vandamál hafa verið að aukast samkvæmt sérfræðingum eða samkvæmt tölum og svo samkvæmt sérfræðingum þá eru málin líka að versna og hvert mál er einstaklingsbundið en kerfið það byggir á svona einhverju heildinni og nær því bara einhverju ákveðnu mengi en alls ekki öllum og það er bara ég hlustaði eins og örugglega allir á viðtalið við mæðurnar sem að senda börnin sín út. Já, Suður Afríku. Ef að við getum ekki tekið tekið við þessum vandamálum sjálf þá ættum við kannski bara að vera duglegri að gera einhverja samninga við stofnanir erlendis og ég held að það væri heldur ekkert verra að senda krakkana kannski úr sínu umhverfi í eitthvað annað umhverfi og þá kannski getum við leyst málin þannig eins og við hefum bara gert í heilbrigðisgeiranum, þú veist, með aðra hluti, liðaskipti eða hvað það er, sko. Getum við ekki bara gert eitthvað... bílstofu fyrir það fólk. Nei, en ég meina eins og þarna, þetta snýst alltaf að krökkunum okkar líði vel og við erum á svo víða í þessu að kerfið er að grípa einhvern veginn þá sem eru sko komni lengst í vanlíðan og skaða hvort sem að það er gagnvart sjálfur sér eða öðrum
og einhvern veginn að grípa þá sem eru komnir þar á endan, þannig að þeir sem eru einhvern veginn að byrja í einhverju þróun, að þeir sko þróunin heldur bara áfram þannig til þeir eru komnir einmitt á þennan ennþá verri stað, þar sem að það hefur verið svo gott fyrir alla að ná að hlúa að þessum einstaklingu fyrr. Já. Þetta er erfið mál. Og svo þetta leikskólamál, það er svona alveg djöfulegt. Já. Já, við veitum ekki hvað er hægt að ræða það í svona þætti. Ég er að tala sko aðbúnaði. Já. En það er eitthvað verið að reyna að bregðast við því með því að sá ég viðtal við einhvern borgarfulltrúa eða embættismanna var verið að bregðast við því með því að gera hlutina gagnsæja, þannig að þú getur ekki verið að pukrast á leikskólanum, þú getur samt aldrei, held ég að þú veist, þegar svona hluti gerast, þetta er auðvitað hræðilegt og skiptir miklu máli að vera með gott eftirlit og sem að þarna greinilega gerist, grípur þarna, ég þekki nú ekki öll smáatriði en það er allavega, kemst þetta upp og það er gripið inn í og það eru gerðar ástafanir og það er skoðar breytingar í kjölfarið og í dag er dagur íslenska tungu og líka sem minnast þeirra sem að farist í bílslysum, umferðarslysum og sama tíma sko þá lesum við það að óbreyttu verður bara loka Reykjalundi það er talað slysinn og fórnalum þeirra. Ég hef verið á Reykjalundi og mér setja alveg bara hryllingur hugsaði til þess ef þessu loka. Hafið þið komið á Reykjalundi? Já, ekki til. Já, þetta er hús fullt af góðmennsku og ég veit ekki hvað verður ef þessu er lokað. En er ekki nú þekki ég það ekki, en var ekki eitthvað annað sem að er að grípa þá undir Reykjalundur var ég sá einhverja greiningu á því að þeir sem væru að nýta sér aðstöðuna þar, þeim hefði fækkað og það væri önnur kerfi sem væru að grípa fólkið. Ég samt þekki það ekki. En í grunni sýnist mann nú þetta snýst viðhald á fasteignum. Þetta er náttúrulega orðið í rauninni ansi magnað hvað Reykjalundur er byggður upp óðbóðslega hratt á skömmum tíma fljótlega eftir stríð. Menn er að nota náttúrulega heita vatnið og þetta er bara gert með happdrættismiðasölu og legókubbum og öðru slíku og svo er bara komin bara svona endurnýjunar skuld eins og við erum náttúrulega 80 ára gömul hús. Já, og sem að við erum bara að horfast í augu við mjög víða og einhvern veginn er eins og að það sé aldrei farið í viðhaldi fyrir en allt er komið í voða og myglan komin upp og hermenn og starfsmenn farnir að veikjast og eitthvað slíkt. Þannig að allavega eins og forystumenn Reykjalundar að stilla dæminu fram að þá telja þeir að þeir séu bara þau eru ósátt við það, þau eru með þannig samning við ríkið að hann gerir ekki ráð fyrir neinu framlagi til viðhalds á þessum byggingum og það er ekki kannski eðlilegt fyrir einhvað sem að er í rauninni, ég meina þó svo að SIBS séu frjáls félagasamtök í grunninn að þá eru náttúrulega þau viðfangsefni sem er verið að sinna á Reykjalundi er náttúrulega bara samfélagslegt verkefni. Alveg frábært sko. En ætlum við ekkert að ræða BBC? Ætlum við ekkert að ræða BBC? Já, viltu ræða það? Já, það er alltaf leið. Nei, ég er nú bara, það er nú ekki það. Trump var nefndur áðan, þá var ég að skuta með kvöldur á mér að hann sé getið þarna í Epstein-skjölunum en hann er búin að fyrirskipa rannsókn á Bill Clinton til að breiða yfir eigið mál, er það ekki? Jú. Þetta er mjög trumpisk aðferðafræði allavega. Beina sjónum eitthvað annað. Við þorum ekkert að tala Trump, þá er bara samstöðu næsta fórnarlamb og einhverjar milljónar Nei, en það er reyndar sko minn ágæti bróðir, hann er með vikulega þátt Trump
og málinn hans. Það bara, held ég, klukkan 8 á miðvikudagskvöldum eitthvað slíkt sem bara... Já, ég held að það sé bara auðvitað hægt að fylla slíka þáttir beint. Já, hann með vikulega þátt. Já, ég að segja það. Ég bara hef fulla trúið að það sé efnismikill þáttur í hverju viku. Tala við fólk hérna og þaðan En það snýrist nú falsfréttir, var það ekki? Já, falsfréttir það. Já, hver sem á í hlut, sko, og hvaða skoðanir sem hann hefur á viðkomandi að þá það má það ekki, sko. Nei, við sem erum á fjölmiðlum, við erum alveg klára á því. En mér langaði svolítið að ræða í því samhengi að það er svo sem nóg búið að fjalla þetta mál þannig og við vitum alveg og þessir yfirmenn öxluðu ábyrgð og sögðu af sér en af hverju kemur þetta upp? Það kemur upp að því að það er eitthvað eftirlitskerfi sem er að virka hjá BBC sem að grípur þetta og þannig þú veist og það er eitthvað sem fer í gang og sem endar með því að eitthvað svona innra eftirlit sem endar með því að þau segja af sér og ég bara í því samhengi að þá langar mig bara að spyrja eitthvað svoleiðis í gangi hjá til dæmis okkar ríkisfjölmiðli? Nei, það hefur eitthvað verið að reynt að setja siðanefnd og siðareglur og annað slíkt og það hefur verið mjög mikill mótrói við það og allt eitthvað svona aðhald eða eitthvað slíkt, það er allt sett í eitthvað svona búning að þetta séu árásir og þvinganir og eitthvað slíkt en ég held að það sé ekkert svona innra eftirlit hjá Ríkisútvarpinu. Ég var á fréttastofu Ríkisútvarpsins í nokkra mánuði 1991 hætti að því að launin voru svo léleg en kunni mjög vel við vinnuna þar en þar voru sko reglulegi fundir sko voru svona málfarsfundir Árni Böðvarsson var hana og svo líka sko framsetningin en það er náttúrulega svo langt síðan sko þetta er 91 sko hann en sjálfur hef ég verið sko yfirmaður á ritstjórnum og þá les ég bara áður en að blöðum verið prentun þá las ég bara öll blöðin ég las allt áður en að fóru í prentun og það bara dómkjörindi mínu var þá bara það síðasta. En þú varst hjá einkamiðli Þú varst að vinna hjá einkamiðli þá, er það ekki? Og það er svolítið öðru vísi en Ríkisútvarp, það hefur bara ríkari kröfur um hlutleysi og lagalega skyldu hlutleysi. En til þess fréttablaðið var það líka, við gátum ekkert. Nei, en ég er að segja að það er samt sem áður, það er ekki lagaleg skylda. Nei, ekki lagaleg? Nei, en það er það hjá Ríkisútvarpinu. Þannig að þess vegna spyrir maður sig hvar er, þú veist... Skylda fréttamanns við lesandan er miklu merkilegri heldur en eitthvað lagaleg skylda. Það er hún ræður, sko. En það er auðvitað þannig að það er ekkit, og það veit að það allir þurfa ekkert að hugsa það lengi að það er reynd að hafa áhrif á mann alla tíð þegar maður er að vinna fjölmiðli. Það eru alls konar hagsmunar samtök og pólitíkusar og einhverjur úr iðnaðinum og hinar og þessi sem eru rellandi í manni árásíð og allir vilja að maður segi vitlausa frétt þeim í hag. Og það kemur enginn að passa mann þegar maður er blaðamaður nema maður sjálfur. Maður skrifar þessa frétt og hún sleppur fram hjá ritstjóranum, God bless, ég er ekki að meina neitt hérna, annað en bara veruleikan að þú verður að taka ábyrgð á því sjálfur, siðferðilega sem þú sjálfur skrifar og setur fram og þar lýkur þessu, þar byrjar þetta og þar lýkur þessu og það er ekkit eitthvað á Ríkisútvarpinu sem er eitthvað betra eða verra heldur en á fréttablaðinu nema þeir hafa lagalega skyldu ég veit það, en það er ekkit hefur einhver afleiðingar eða ekkert það sem að skiptir máli hérna er samband blaðamannsins við lesandann og þetta er bara mjög brothætt og þetta verður brothættara eftir því sem að fjarar meira undan fjölmiðlum í veröldinni, hefðbundnum fjölmiðlum skulum við segja, eftir því sem að auglýsingatekjur minnka og kapitalið á bakvið þetta minnkar og á sama tíma og allt verður augljósara í alþjóðastjórnmálum með Trump sem að dansar berrasaðar og allir sjá hvað hann er að gera þá verður það líka augljósara að þjónkun fjölmiðlana við kapitalið þó fólk hafi góðan tilgang sko. Þá verður þetta alltaf skýrar og skýrar sko. og þetta er bara leitt og við erum í miðjunni á einhverju svona hruni á fjölmiðlum sko. Það sem að einhver útgáfa af sannleikanum býður skaða sko.
Já, ég myndi, sko, það ein umræða og sem á algjörlega rétt á sér, en hitt bara þetta eftirlit með ríkisfjölmiðli. Við erum með ríkisfjölmiðl til þess að því að það allavega, sem sagt, bara þá einn fjölmiðl, hinn mega vera með hvaða ritstjórnarstefnu sem og kalla sig óháða og ekki óháða og svo framvegis. Ég man ekki eftir einu skýru dæmi þetta, ég svona leitaði í kollinum á mér. Hver á eftirlit með ríkisfjölmiðli? Ég meina það bara innra, þú veist, það bara þeir setja sér þá bara sjálfir, alveg svo BBC gerði í þessu tilfelli, að þá eitthvað innra eftirlit og sem að, þú veist, sýnir, og ég meina það var alveg óumdeilt að þessi frétt var ekki, þú veist, hún það alveg óumdeilt að þetta var alveg, þetta var klárlega brot. Já, enda fór fólki. Enda fór fólki og það þarf svolítið mikið til að tveir yfirmenn hjá BBC segja af sér, sko. Ég held að viðbrögðin og afleiðingarnar ekki birtingamynd af því að það sé einhver fullkomin mekanismi hjá BBC og einhvað sem að við ættum að vera að horfa til. Þetta bara afleiðing af því að hver styrkur Trumps. Akkurat. Það sé bara beinlínis þannig að annar aðili sem að hefði talað sig fórnarlamb mistaka fréttamanna á sama hátt hefði ekki orðið til þess að það hefði verið skóplað út úr efstu hillunni hjá BBC. Það held ég sé algjört lykilatriði. Við sjáum meðvirknina sem að tekur á sig þær myndir að þegar að sko, mér að segja Nóbelsverðlaunanefndin í Oslo honum svo mikið á tauginni yfir að hún muni strjúka Trump öfugt með því að veit honum ekki verðlaunin, að þá ákveður hún að svona enda á að finna einhvern kandidat sem að verði hún allavega svona nægilega geðþekkur og hafi verið tilnefndur af Mark Rubio. Þannig að ég, eins og segi, ég sé þessi BBC-mál ekki til marks eitthvað öflugt reglugerð í nágrannalandinu, heldur sé þetta sko frekar svona til marks frekar, dapurlega stöðu. Ég ætla að vera ósammála vegna þess að ég alveg sammála að Trump hefur víða áhrif og mjög svona sterkur sem þú veist og lætur til sín taka að víða og beitir sér óspart. En í þessu tilfelli þá bara ef við tökum bara hann út og bara þetta bara klárlega fréttafölsun og það hefur verið viðurkennt og ég meina BBC ekkert að þjónka eitthvað við Trump. Þeir ekkert þar. Þetta var bara klárt brot og í raun og veru skiptir ekki máli hvort það var hann eða einhver annar. Ég tek undir þetta með Stefáni. Það skiptir máli. Nei, vegna þess að þetta var ekki bara þetta eina sem að voru ekki einhver fleiri mál þarna sem að komi líka og fyrst og síðast og fréttirnar aðrar umfjallanir og sem að snéru ekki að Trump og fréttirnar sem að þetta snerist voru mál sem að allir fjölmiðlar í heiminum voru að fjalla og við höfum allar upplýsingar varðandi þetta snerist ekki það að þetta var samt brot þetta eins og ég segi framsetningin nógu góð, hún var bara brot og þetta bara fölsun. Ég held að verðum bara hreinlega að vera ósammála í þessu. Ég held að það sé algjörlega augljóst að allt í þessum viðbrögðum vegna þess að bresk stjórnvöld logandi hrædd við það að stíga á tærnar á Bandaríkjastjórn og þau segja sínum ríkisfjölmiðli fyrir verkum í viðbröðunum. Það bara þannig. Það sem alveg klassískt við þetta líka að það bara fullt, ef við ætlum að kalla þetta brot, þá alveg gríðarlegt magn af öðrum fréttum sem tómsteypa og eru bara brot við almannahagsmuni og öllum sama það ekki gerðan einar athugasemd við það. Það að segja, þetta fréttin sem að veður út af og það kannski til marks pólitískt sveifarafl Trumps. Ég held að sko að fjölmiðlamenn mega ekki brjóta af sér. Þeir ekki alltaf bara að njóta friðhelgi og fjölmiðlar njóta ekki bara alltaf friðhelgi þess að vera að birta sannleikann. Blaðamenn margoft dæmdir fyrir íslenskum dómstólum og erlendum. Þannig að það sannarlega ekki þannig. Ég veit ég í þessum félagskap sko. Og fyrir utan ónótt eins og hótanir og það saman. En punkturinn var samt bara þetta með eftirlitið.
Án þess að fara út í einhver smáatriði, einhver fréttaflutning og eitthvað slíkt. Það bara þetta með eftirlitið. Að það verður að vera, hver á að hafa eftirlitið með vörðunum. Ég meina það verður að vera Stefán Jónasson, hann stjórnarformaður RÚV. Kerfi. Það er ekkert eftir að setja upp eitthvað svona eins og ægilega gaglegt eins og nefndum eftirlit með störfum lögreglu eða eitthvað sem gerir aldrei neitt nema að segja löggan var ágætt. Þetta er bara í alvörunni. Hafið þið prófað að gagnrýna blaðmenn? Ég menn ekki til þessari stétt. Það er ekki til neitt viðkvæmara fólk. Það má aldrei segja styggðari við. Það er alltaf brjáluð. Það er eiginlega ekkert það er engin almennilegur díalógur þetta. En kontróli verður að vera hjá manni sjálfur. Maður verður að gera þetta sjálfur. Það kemur enginn að passa mann. Það náttúrulega einmitt að bara sem blaðmaður og þá, þú veist, stór hluti af því að þú getur sinnt þínu starfi að fólk beri traust þín, vilji tala við þig og slíkt, sko. Þannig að ég held að það sé allavega greiðalegu hvati hvað sem formlegu eftirliti líður, sko. Að bara, já. En það var ég ekki að tala eftirlit með öllum fjölmiðlum, heldur bara með ríkisfjölmiðlunum sem hefur það er alveg samstöð bara fyrir þetta mál. Hér er engin undanbröð, hér tala fólk bara, það er allt í fyrir útsendingu, þannig að það er bara svoleiðis, við stýrum ekki neinu. Herði, ég þakka ykkur fyrir komuna. Stefán Pálsson, Erla Hreinsdóttir, Sigtryggur Ari og Sirrí Hallgrímsdóttir. Og þátturinn er þá búin að sinni, en Rauðaborðið tekur við svo aftur klukkan 8 annað kvöld. Sæla sinni.